Komið þið sæl og hjartanlega velkomin að Rauða borðinu á föstudegi. Það vikuskammturinn sem að tekur á móti ykkur. Hjá mér eru hressir og góði gestir. Þetta eru Maren Freyja Haraldsdóttir, félagsfræðingur, Ingibjörg félagsráðgjafi og sko versta sem getur sagt við félagsráðgjafa að kalla félagsfræðing. Það er það öfugt. Ingibjörg Reynisdóttir, leikkona, Egill Viðarsson, hljóðbóka framleiðandi og tónlistarmaður og Björgvin Gunnarsson, blaðmaður á Mannlíf, verið velkomin. Takk fyrir. Herðu, það fréttir vikunar. Það svo sem alveg að nægja að taka. Það alls konar sem gerðist. Þetta var stysta eldgos bara Íslandssögunar, held ég. Þannig mikill viðbúnaður. Það var maður sem sveiflaði byssu og nú, já, það svona alls konar sem að gerðist því tengt. Var því inn að sólarringur, þetta eldgos? 6 tímar. Já, þetta var rosa stutt. 6 tímar. Já, það var algjört svona antiklæmaks. Já. Einna myndu pönglag. Já, einmitt. Já, það fór samt inn fyrir sko varnargarðana. Það var svona daldið skeri. Já. Ég held að það var ekki bara smá leki. Þetta var smá leki. Svo kemur meira. Já, maður vonar það hafa alltaf verið jarðskjálftar. Ég fann fyrir jarðskjálftum alveg svolítið greinilega í gær. Já. Þeir eru búin að vera, það er búin að kippja nú undanfarið sko. Maður hefur alveg fundið það. Þannig að maður veit aldrei hvað er í gangi, þú veist. En maður náttúrulega bara að vona eins og þeir hafa verið að tala að þetta gæti verið síðasta. Eigum að trúa því? Já, og svo sé þetta bara eitthvað svona að leka onni í sjó eitthvað neginn, svona undir. Já. Ég er hérna frá Austurlandi, héraðinu og hérna, mér finnst jarðskjálftar alveg rosalega skemmtilega þegar það er aldrei skjálftar fyrir austan, sko. Þannig að alltaf þegar ég finn skjálfta hér, alltaf er gaman. Já. En þetta er þetta hræðilt fyrir það sem búa sem næst þessum skjálftum, sko. Já, ég veit ekki, ég fann meira fyrir þessu fyrst, sko. Ég bjóð þá í svona gömlu timburhúsi og mér leiði alltaf svona eins og ég væri á sjó eða eitthvað. Þetta var svona, maður var svona með svona riðu alveg þegar þetta var að byrja. En maður var eitthvað neginn svona orðin ónæmur eða bara eitthvað neginn, ég veit ekki. Já, það er ekki að skjálfa minna. Þetta fara að vera svolítið normalt fyrir okkur hérna, einmitt, allavega hérna á suðausturhorninu eins og staðan er, sko, sem er náttúrulega ekkert, þetta er ekkert eðlilegt, sko, ég meina fólk annars staðar frá, það er náttúrulega bara, það er ekkur í róstansa, það lendir í þessum upp á, eða svona, vinkona mín hérna frá Danmörku, ég fekk algjört sjokk hérna einhvern tímann í fyrrasumar þegar allt fór. Það fríkar út, sko, maður er vanur þessu, sko, og síðan svona óviður eins og hann daginn, sko, þá fríkar maður út, sko. Já. Þrumur og eldingar, sko, það er eitthvað sem er bara... Það er rosa, já, það var svo skrítið. Og svo svaka kvellir og þetta, já. Mikla rigningar, það er... Veðrið sannarlega breytast, en það var hérna... þú ert á austan, það komu berklar á Þorskúsfirði. Já. Ég hef nú reyndar ekki fylgst með framvindinni, en... Það er búið að, hérna... uppræta eða hvernig sem að kallast það fannst ekki fleira. Það var smitrakning. Já, smitrakning og það var ekki fleiri smitaðir. En þetta er svo samt svolítið svakalegt. Berklar eru eitthvað svona sem að maður lasa í bókum. Já, sko ég var alltaf með berklaplástra þegar ég var í grunnskóla. Þá var alltaf berklaplástar settar einu svona á ári og þá var eitthvað litur sko sem að ef það myndi eitthvað litur eiga sér stað. Þetta var eitthvað skona gél sem var sett og plástur yfir og svo ef það hefði orðið einhverju litabreytingar að þá væri maður sem sagt í áhættuhóp. Okay. Þannig að ég er náttúrulega hérna greinilega svona risaðilega langt síðan ég var Já, ég náttúrulega veit ekkert bara sem með mislingum að þetta væri eitthvað sem búið að uppræta einhvern sko. Maður veit ekki eins og hvað þetta er, hvernig það lýsir sig sko. Nei, einmitt. Þetta fer eitthvað í þetta er svona öndunarfæra hóstablóði og já, eitthvað skonar, já. Og bara, ég meina, stór hættulegur sjúkdómur, ég meina það er búin að bólusetja fyrir þessu, en það er náttúrulega margir hættir að bólusetja, ég veit ekki hvort það sé eitthvað út af því, sko. Hvort það sé eitthvað það er mikill stuðu straumur að ferða fólki sem að ykkur auðvitað allar sem ég tættu og einmitt það er ekki, bólusetningar ekki mikið vegar kannski í öllum heimslutum. Nei, akkurat. Og auðvitað líka, hérna, antivax-hreyfingin er sístækkandi. Já. Þannig að það er svona alls konar þættir, þannig að það er einmitt, þannig að við erum komið með bláu náttúruhamfarir ef ekki bara pakka saman. Fylgdist eitthvað með Trump í vikunni, tollarnir hans tollar á innfluttarvörur til Bandaríkjanna. Sluppu við ekki ágætlega? 10%. En það var þetta ekki bara allan heiminn bara? Jú, og meira þess að á sko hérna einhverja mörgæsa eyjur
og fátækustu löndin líka. Fátækustu löndin, þetta svona, það lítur út svolítið svona eins og hann getur það verið, hann sé að refsa fólki sem hefur svona staðið upp í hárinu á honum eða svona imperialismannum. Já, síðan bara að þú veist, með tolla, eins og með hugtæki eins og stýrivextir og eitthvað svona, alltaf að heyra þetta sko, svo, en ég fór svona, vann smá heimavinnu sko, og bara þetta basically bara, þú veist, ég vil selja eitthvað og bara bætt skattuna og þú veist, velti fyrir sér af hverju, en þá virðist að vera bara, þetta bara svona, America first pæling einhvern veginn, sko. Já, hann ætlar að ná í 60 trilljón bandaríkjadala á næstu 10 árum sem þá stærsta svona skattauðsöfnun bara veraldarsögunar, en hann það hafa margir bent á að þetta virki ekki þannig, en það séu það bandarískir bara neytendur sem muni koma til með að borga þetta. Já, svo fer þetta bara í hina áttina því þá verður aðri bara fúlur á móti og þetta gerir víst aldrei gott, sko. Nei, ég menna, kemur ekki eitthvað rosalega ójafnvægi bara á hagkerfi heimsins í kjölfarið. Ég menna, þú veist, og svo verður fyrir utan það eitthvað svona leiðindastríð og á milli, þú veist, þjóða og þetta bara eitthvað neikvætt, sko. Ég allavega, mín upplifin svo svona á því sem að maður hefur lesið og heyrt, sko. Þetta sé ekkert endilega að fara að gera. Hann vill bara svolítið vera kallinn, sko. Og hann bara ólíkindutól og maður veit bara ekkert hvað maður á að eiga von á frá honum. Maður verður bara að halda í sér andanum næstu 4 árin, þú veist, í alvörunni. Svo maður ekki vissum að sé einhver dýpri hugsun. Nei. Þessi hjá hann, sko. Bara refsa og bara sína ég mættur. Það náttúrulega, ég veit ekki hvort ég hafi fylgst með þið, það hérna svona Silicon Valley gæjarnir, sko. Þeir eru náttúrulega bara með ákveðna heimsýn og hún svo að hér verði öllu stýrt bara eins og fyrirtæki. Þeir ætla bara einhvern veginn að svona eyðileggja lýðræðið í þeirri mynd sem að það nú og þeir ætla að þá er þið bara einn CEO í hverju landi og svo svona undirmenn, sko, og þetta þið bara rekið svona allt eins og svona kapitalist batteri og þetta sko sýnin. Hjá þeim, já. Hvað er Trump farið ofta á hausinn, sexinum eða ekki? Jú, eitthvað svoleiðis. Þannig hann er ekki sko, en svo er reyndar sagt að það séu klárir businessmenn sem fari á hausinn, sko. Þeir bara, þegar þeir sjá að þeir get ekki meira og bara fara þeir í tap okkur annar borgar. Já. En svo kynnti hann gullkortið, Trump-kortið í gærkvöldi sem kostar $5 milljónir og þá færðu bara dvalarleyfi. Akkurat. Ef þú ert nógu ríkur. Hann getur keyptir inn bara dvalarleyfi og hann segir að til þess að fá fólk sem að getur komið atvinnu og peninginn í hagkerfið. Fólk sem á $5 milljónir og kaupir sér gullkort til Bandaríkjanna, það er ekki að fara að vinna eitthvað. En stofna fyrirtæki segir hann og eitthvað svona, en það mynda honum á kortinu. Auðvitað. Narsisistar. Einmitt, já, ég hefði bara ekki reiknað með nokkru öðru. Nei, en var ekki líka ykkur umræðum það, hann ætlaði að fara aftur að reyna aftur við, sko, að breyta lögunum þannig að hann geti farið aftur í kjör. Jú, mér skilst það, en það er örugglega ekki vinsælt svona, það er náttúrulega auðvitað, það er svona ákveðið net, þannig að hann svona getur ekki alveg skrifa upp á allt þetta eitt. Hann verður sko orðin, hann verður orðin 82, þegar hann klárar þetta, sko, og þá er náttúrulega bara flestir, sko, bara. Já, en sko, svo var líka sko verið að tala það, sko, að þetta væri, þegar við værum með alls konar plan varðan þetta mál, sko, að að hann myndi, varaforsetinn myndi fara og ná fram og í gegn, þú veist, og síðan svona tekur þú við að mér. Já, og síðan ætlaði sko varaforsetinn að hleypa honum í stjórnarstöðuna og þeir ætlaði eitthvað að vera djöngla með þetta eins og rússar gera. Já. Og eins og bara mitt svona CEOs og toppar í stórfyrirtækjum eiga það til að gera. Það svona ráða sín á milli. En af hverju myndi þessi J.D. Vance eitthvað samþykja það, sko? Það finnst einhver svona framapótara típa, sko. Já, einmitt. Nákvæmlega, maður velti fyrir sig hvað er eiginlega að gera þarna bak við tjöldin, maður veit það ekki. Akkurat. Svo þetta skrýtna bara einhvern veginn, þú veist, hann var að urða yfir Donald Trump fyrir 4 árum eða eitthvað, sko. Já. Það hendaði þá. Já. Engin prinsip hann. Nei, það er ekki mikið prinsip. Það er alltaf skelfilegar fréttir af Gaza. Þið fylgist eitthvað með því? Mjög mikið. Já, sko. Bara, maður fylgist vel með, sko. Þetta er bara, já. Frétt á sunnudaginn sem ég ætla einmitt að minnast á þegar 15 heilbrigðisstarfsmenn fundust búið að slátra þeim. Já.
taka á lífi með hendur einn af einum. bundnar Og þetta þykir bara venjulegt árið. Já. Það kannski það hryllilegast sko, hvað maður ónæmi fyrir þessu sko. Já. Svo náttúrulega þetta sem er að gera, sko, ég veit ekki hvort þið voru 100 bara síðustu nótt. Sko ég er ekki að skilja, sko, það eru 200 manns mest kannski að mæta á mótmæli. Já. Það voru 15.000 sem mættu mest hérna eftir hrun. Þarna er verið að slátra heilli þjóð og börnum. Já. Svo, Ég skil ekki alveg af hverju er ekki fleiri að skrifa undir önsketalista og af hverju ekki fleira mótmæla og þrýsta á að þrýsting og líka á RÚV, sko, hvernig ég held að fluttar, sko. einmitt að sé ástæðan, sko, að því að almenningur, sko, hrunin alltaf kom við fólk persónulega og þú veist, og ég held að það sé það, þú veist, þegar fólk misti flatskjáin sinn, þá var það alveg brjálað, þú veist, og hérna, og einhvern veginn óð út. En við en svona með gasa á þetta, ég held að, þú veist, þetta er bara ekki almennri umræðu. Ég held að það sé bara máli. Þetta er bara skelfilegt og þetta er bara, þú veist, þetta er eiginlega orðið bara þannig að maður einhvern veginn bara svona, maður veit að þessu en maður á bara erfitt með einhvern veginn að, sko, ég hef bara upplegað svolítið upp á síkastið, ekkert bara varðandi Gaza og allt sem er að gerast þarna því þetta er bara sárt og erfitt, sko, og bara í sambandi við svo margt sem er að eiga sér stað í heiminum. Það er nú líka hérna bara þetta, maður er að horfa upp á myndbönd þar sem unglingar er að berja annan ungling og maður bara, þú veist, maður veit ekki hvað er að gerast í þessu þjóðfélagi og bara víða heim og ég er eiginlega farin að upplifa það svolítið að mér finnst ég bara stundum þurfa að verja orkuna mína með því að slökkva á sjónvarpinu og ég bara get stundum ekki, þú veist, ég hugsaði bara hjálparleysi segja svo mikið að því manni langar auðvitað, maður vill einhvern veginn breyta heiminum til hins betra en maður er einhvern veginn maður er bara einstaklingur og maður er ekkert inn í einhverju kerfi sem hefur áhrif á þetta. Nei, ekkert sko, ég sofa bara eitt, krakka mínir, ég sofa bara eitt líka. Já, einmitt, já, nákvæmlega, ég veit það. En síðan er náttúrulega, ég er upplegað allan á Facebook, sko, það er náttúrulega bara hellingur af fólki sem er hérna í þessari nöð, sko, sem er að bera sig þetta í björginni, sko, og hafa samband út á við, sko, nota náttúrulega, nú er bara þetta, þú veist, fólk sem kannski talar ekki ensku, skilur, það getur bara notað þýðingavélar, sko. Já, einmitt. Þannig að ég og pabbi og fleiri, sko, er mjög miklu samskipti við fólk sem er að núti, sko. Það, þú veist, það er líka bara erfitt, sko. Já, og það er líka rosalega erfitt. Ég hef líka verið í sambandi við unga mann hérna með 2 börn og konu og hann var, þú veist, í reglulegu sambandi við mig á tímabili og þú veist, hann var með svona GoFundMe hérna síðum, maður er að reyna að leggja leið, sko. Já, maður er eitthvað svona 500 kall og 1000 kall eins og maður getur, sko. Maður gerur, já, og þú veist, og svo einhvern veginn líka bara, maður veit samt einhvern veginn þó svo að maður kannski reddi þeim einhverjum fjármunum fyrir daginn í dag að morgun að þá, þú veist, það er bara af hverju fær þetta viðgangast af hverju anskotan fær þetta viðgangast skiljið, þú veist, ég bara það er bara í hérna góðu Bandaríkjanna í rauninni, sko. Já, einmitt. Já, og NATO náttúrulega bara og hérna, þú veist, og þetta er einhvern veginn, það var NATO-ráðstefna einmitt, ég sá bara núna fyrir klukktíma Þorgerður Katrín setti frá sér einhverja Facebook-færslu þar sem hún er að tala að hérna, hún talar um Úkraínu og hún talar um NATO-samstarfi við og hérna auka varnir og allt þetta, þetta var risaráðstefna, allir topparnir og það kom ekki píp Palestínu og maður hugsa bara að það er allt þetta tilstand og hérna Ég sá hérna daginn heimildamyndina No Other Land, Sveik Óskarinn og þar sá ég að það var ein stelpa sem var svolítið sýnd þarna, ljósar palestínsk og það er tilhverið slætt af ljósarum börnum hana ef það verður fleiri þá mögulega verður búið að stoppa þetta en þetta er brúnt fólk svolítið. Það er nefnilega bara það sem að svolítið þannig, sko. Það er alveg, sorglegt að það nú er en þannig blasir það við mér, en ég veit ekki. Svo við höldum áfram í dauðanum. Hérna, Val Kilmer dó. Já, rest in peace, Val Kilmer. Já. Það er bara mikill missir. Já, ég er þetta. Hann búin að vera að berjast lengi. Við krabbamein. Mikið veikur. Hann var búin að sigrast á krabbanum. Var það ekki búið að vera lengi? Jú, hann var búið að gera uppskurð á honum og hann misti röddina, en hann er búin með lúnabólgu í nokkur ár. Og dóur henni. Já. Ég maður bara hann hvarfa sjónu síðan að þetta var svo mikið risastjarnar, sko. Já. Hann var í nýju Top Gun. Já, hann var nýju. Það var Top Gun eitt svona. Og hann, var búið að gera svona gerfi hljóð fyrir hann, því að hann var búin að missa röddina og svona. Já, ég var nefnilega búin að lesa, sko, hann var í vísindakirkjunni, góðu vinur Tom Cruise. Já. Nei, hann var ekki í vísindakirkjunni. Þetta er sikkur kirkjan.
Ég er nokkuð viss um það. Var það? Út af því að ég nefnilega las það sko að hann hafi hafnað allri meðferð upphaflega og hafi út af því að eitthvað út frá þessum trú. Maður á að geta lækna sig sjálfur. Já, og svo hafi börnin hans á endanum sko verið farin að hafa svo mikla ágjör á honum að þau hafi sem sagt þráðbeðið hann að fara í þessa hefbundnu krabbameinsmeðferð sem hann gerði svo. En hann vildi samt meina það sko að hans bati allavega á meðan hann á honum stóð hafi verið bara út af fyrirbænum og þú veist og alls konar, ég meina. En allavega þetta fór allavega svona á endanum sem bara mjög sorglegt. Þetta er rosa flottur og hæfileikaríkur maður sem búin að vera í yfir 100 kvikmyndum og einmitt Dors, hann var alveg ógleymanlegur þar. Og eins og þú varst að tala áðan að hann hann söng sjálfur og var náttúrulega bara magnaði flutningur hjá hann þar sko. Ég muni ekki eftir, ég sá frétt það eitthvað tímann, það var eitthvað svona gæi sem fekk sér Dors-tattú og það var með Val Kilmer. Mjög gott. Svolítið gott. Já, einmitt. Hann var líka góður í Top Secret, það kannski ekki allir sem að sé. Ég var að rifna upp í gær. Frábær. Það er svona í anda og sömu framleiðendur og gera Naked Gun og Airplane og allt þetta. Já. Bara eitthvað svona farsi. Mjög gott. Já. En það ýmislegt að gerast í menningunni, það Hönnunarmars og hvað meira? Það eru metaltónleikar og Stockfish. Ég var á Stockfish opnunin í gær og það var verið að sýna mynd sem heitir Veðurskeytin, já, sem í rauninni svona svolítið blanda af heimildamynd og svona með leiknu ívafi sko. Fjallar svona mann sem er svona spekingur, hvað kallar maður rannsóknarmaður, heimspekingur, já, og hann sem sagt fær svo geðhverfu og það er verið að sýna svona hvernig þetta blandast, hvernig þetta kemur, fer af stað og fólki í kringum hann ekki átt að sjá því hvað er að eiga sér stað og svo er þetta svo skemmtilega hvernig þetta er leikið, að við tölum við hann, en síðan er þetta leikið sko, þú veist, öll lætin og dansinn og allt sem hann er að gera og upplifa, þú veist, í maníu sko, þannig að þetta er alveg rosalega skemmtilegt að svona öðruvísi mynd sko. Þetta heimildamynd sér, já. Þetta var svona heimildamynd, ég veit ekki undir hvaða flokk þetta er, því þetta var heimildamynd svona leikinn sko, það var viðtal við hann sem sagt og vinnufélag hans og fólki kringum hann og síðan var hann lékan, svo var annar sem lékan sko, held ég hafi, annar sem lékan sem sagt í þar sem að maður horfði í rauninni, sá þetta svo visjóalt hvernig hann var að upplifa lífið sko, þú veist, það var allt svo gaman, skilur þú veist, að meðan þetta var uppi sko, svo náttúrulega fer fólk niður og þá er það náttúrulega bara, þetta er ljósi og myrkri sko. Já. En já, þannig að það verður fullt að vera á Stockfish og ég er að fara að sækja ýmsa viðburði og ég er að fara á handritasmiðju og alls konar. Þannig að og það er svolítið skemmtilegt af því að sko Stockfish er núna að gera þetta öðruvísi, þeir eru að bjóða fólki að kaupa miða en þeir geta þess að þurfa ekki að borga fyrir þá. Þú getur náður í miða og tix bara fyrir enga pening ef þú ert blankur átt ekki fyrir því en þú ert líka, þetta er líka frjáls framlög. Þannig að fólk getur sem sagt þá lagt bara ákveða að borga 3.000 kall fyrir einhvern viðburð eða einhverja mynd sem við vil fara á því þú veist, það til þess að leggja hátíðinni leið sko, þannig að þetta er svolítið skemmtilegt svona öðruvísi Það komast allir í bíó? Já, komast allir í bíó sko, já, þannig að nýta sér það. Ég fór í bíó daginn, eða bara mándaginn á Mulholland Drive uppáhaldsmyndin mín, það var að falla frá. Hvar sérstu það í bíó? Hún var bara í sambíónum sko, hún var bara fullu salur Já, ok. Þetta víst bara einhvern veginn bíó fór svo illa út úr COVID skilsnari sko. Fólk sé ekki almennilega að byrja að mæta aftur sko. Það er alltaf búin að kaupa sér svo stór sjónvarp. Já, það er nefnilega versta sko, bíóið það er hættan á því að það sé undanhaldi og við verðum bara að fara í bíó. Ég hef aldrei elskað að fara í bíó, nú er ég að kenna eitthvað hérna ég er nefnilega, mér finnst það svo óyfirstígalegt eitthvað svona að sitja eitthvað þar í eitthvað svona sætaröð í x langan tíma og ég veit að svona fyrirfram bara, ég þarf að vera hann inn í 2 tíma. Og þetta verður eitthvað svona ómikið, en sko yfirleitt þegar ég er búin í bíó, þá er ég voða sátt. Já. Ég er bíófíkil. Ég fer stundum 3 í viku jafnvel. Já, okay. Frábært, ég er ánægður. Og ég nokkurn veginn sama hvað ég er að fara að sjá, að ég get bara stillt hausinn bara, ef þetta er svona sprengjumynd, þá er það bara þannig. Harðhausar eða Óskarsverðlaunamynd, þá bara. Það er næst að sofna í bíó líka. Já, það hefur ekki Ég hef lent í því reyndar. Þetta er mitt svona safe haven líka. Þarna gleymi ég mér alveg
að sjá mig á hryllismyndum, ég hef hent poppi yfir fólk fyrir aftan mig og Ég fór að ég bara fyrir inn í myndina, sko. Fór að sjá Terrifier 3, sástu hana? Nei. Sem var fyrir jól, þetta einhver bara algjör viðbjóður, sko. Já, er þetta ekki hérna myndir sem allir voru að gubba? Nei, það var hérna myndin í Móri. Já, ég er Það það var áksli, við sem að Terrifier séu meira. Já. Terrifier, Það er splatter, já, eða þetta ekki? er svona killer clown, svona morðtrúður, sko. Já. Og ég náttúrulega bara hryllingsmynda aðdáðandi, sko. Og ætlaði að vera, og flottur fór með kærustunum minn, sko, þú verður að sjá þetta, eitthvað. Og síðan bara kemur þetta fyrsta atriði og ég fæ bara kvíðakast og bara innilokana kennt bara í stólnum og er bara eitthvað, ég get þetta ekki. Men hún er bara eitthvað hérna. Þú hefur farið lífaði svona rosalega inn í þetta. Já, það er bara, já, það er annað að sjá myndir í bíó svolítið, sko. Já, einmitt. Og þetta var einmitt, þegar ég var ung, sko, þá var það Poltergeist og The Thing og þú veist, og Freddy Krueger og þetta var alveg. Frábært tímabil. Já, það var svo geggjað Ég sá tímabil. Fright Night daginn sem sýndi í Bíópartís. Já, Hún er ekkert rosalega hræðileg, nei, en hún er góð, sko. svo eldast það mér svo vel, sko. Já, algjörlega. Það gerði það. Bílarnir í bíó, það Þú stendur ætlaði til. nú eitthvað að tala um það. Ég? Nei, já, bara, ég veit svo sem ekki þetta, hvað Ég þið voru að segja. Já, sérst það er búið að setja saman leikarahóp fyrir bílamyndina sem á að koma út hvað á þá og næsta ári vantilega. Nei, Er þetta ekki verið fjórar myndir? Er þetta ekki fjórar myndir? Þetta eru 4 myndir. Einum hvern? Einum hvert, sko. Já. Nú er því að segja mér fréttir. Það er svolítið í þetta, skils mér, Já. 2028. En það er búið að ráða leikarana? Bíófíklarnir Já. hérna. Já, mér finnst Ringo svolítið samfærandi. Nákvæmlega. Ringo samfærandi? Já. Já. Hvað heitir hann? Barry, hana? Já, einmitt, sem að var í hérna Saltburn. Já. Sko, í fljótu bragði fannst mér þetta ekkert líkt þeim. En Nei, ekki finnst þér. Bandaríkjamenn eru Það er Ringo, snillingar í að Já. einhvern veginn Já, að svona láta þetta gervi. virka, sko. Já. Svo hef ég alltaf gaman að svona, ég var að kenna áfanga upp í háskóla sem er hérna þjóðfræði tónlistar og þar meðal annars sko er að tala um sko hvernig svona þjóðsögur af tónlistafólki og hljómsveitum og svona sko hvernig það hefur áhrif á líka hvernig við upplifum tónlistina sko. Þannig ég hef alltaf gaman að svona myndum sko, ég er svona, ég datt rosalega mikið inn í hérna Beach Boys fyrir einhverjum árum sko, bara sko út af sögunni í kringum hljómsveitina einhvern veginn Já. sko. Og í kringum Bítlana þá er heldur betur svona mítológía í rauninni sko, og þú veist eftirlifandi Bítlarnir, þeir eru bara, þú veist, Paul McCartney, hann er bara svona maskína sem segir svona Bítlasögur, skilur og það er alls konar stef hann náttúrulega, Yoko Ono, hérna, vonda konan sem að Já. hérna, búin að taka- skendi kallaklubbinn og Ég hitti þessu í Yoko Ono. Já, hún var hérna svolítið. Já, við letum taka svona mynd af okkur, ég tók við hennar viðtali, ég var að vinna á Stöð 2 þá, held ég, og hérna hún bað mig um að vera að standa á mynd með sér, af því að hún sagði, þú ert svona akkurat öfugt við mig, af því að þá er hún svo lítil, hann gengur svo illa að fá buxur í skál með réttur í stærðar skálmum, Já. þannig að það voru alltaf á og síðar og hún tók eftir því að ég var í aðeins svo stuttum, af því að ég var svo langar lappir, þannig að henni fannst þetta agalega fyndi, þannig að það er til einhvers staðar á hérna verðavöfnum er til mjög fyndin mynd af okkur Yoko Ono. Já, það sem að ég er í svona buxum sem að ná mér bara svona niður ökla og hún er í síðum Já, og svona pínulítil. Ég held hún að ná mér svona kannski rétt undir brjóst. Ég man alltaf eftir Já, hún er pínlítil. Já. Ég er líka bara mjög stór. Ég man eftir þegar hún kom hérna fyrst til að kveikja á friðarljósinu og þá vorum með hérna vasaljós og Ringo var með henni og var að lýsa á alla I love you, I love you, I love you og þá sagði Ringo I got the message baby kurteist bara svona ok, Róður í þessu. Já, ég bara mann svo vel, pappi var svo mikill bílakall sko og hérna og þú veist þetta, ég svona ólst svolítið upp með bílana Já. á fónunum sko, á hérna vínilplöturnar sko og ég er nú búin að erfa dálítið af þessum plötum hans pappa er með þar heima sko og að því ég keypti mér svona hérna gamlan svona Pioneer vínilplötuspilara, þú veist, með svona hérna viðar hérna köntum. Með réttu hljóði. Já, einmitt og hérna, ég er nú ekki nógu duglega að nota, ég fann að nota til dæmis sko plöturnar mínar til þess að spila gömlu góðu barnaplöturnar mínar fyrir barnabörnin mín sko. Ég er farin að, þú veist, það er bara Ruth Reykjanes og Katla María og ég syng manna hæst sko. Ég er náttúrulega bara kannið allt utan að sko, Hanna Valdís og svona. En þetta er hérna, Bítlaplöturnar sko, þetta er bara góða minningar hérna einhvern veginn frá því. Pabbi kom aftur heim í hádeginu sko.
þegar hann var að vinna á strætó sem bifvélavirki og skellti, og þú veist, og svo byrjaði hann bara að tvista henni í stofu, sko, þú veist, og maður var kannski bara 7-8 ára og maður einhvern veginn bara þetta svo skemmtilega minningar. Það er eitthvað mjög nostalgískt við plötur og vínilplötur hafa verið svona í svona, vaxandi mæli, vinsælli. Hefur þú hugsað að gefa út bók á vínil? Bók á vínil? Já. Það var nú gert, sko, eða svona upplestrar og svona, sko. Já. Það væri bara svo marga plötur. Já, það væri rosalega. Alltaf snúa við og setja nýja á, B, á. Það verður svona þegar fólk er komið algjört ógeð á streymisdóti og þessu hlaðborði og allt það. Já. Það verði eitthvað svona aðtöfn, hljóðbókin á vín, sænsku krimmi. Það er ógeðslega flott. Láta bara lesa þetta. Ég hugsa að það sé svona toppurinn á svona pretentious hipsternum að vera með og eitthvað svona, einmitt, að vera með bók á vínil. Þú varst tilnefndur til verðlauna í gegnum nokkrar flækjur daginn. Þú segir okkur aðeins fyrir því? Nei, það var Storytel verðlaunin. Ég er náttúrulega bara gaurinn sem ítir á rekk, sko, og hreinsar upp munnhljóð og svona, þannig dæmi, sko, en Gera það mjög vel. Gera það mjög vel, Þú gerir það mjög vel. Já. Ég er gatnaguls kvíslarinn, sko. Þurrkat út og svona. Já, en það voru hljóðbókaverðlaunin daginn. Já, einmitt. Og Á NASA, var það ekki? Á NASA, já. Ég kom hangað í fyrst skipti í 20 ára. Þannig að það var bók sem ég tók upp um Sveindísi Jane. Já. Það var bara virkilega góð Fótbolta. barnabók, sko. Já. Og þannig að mér finnst voða gaman að fylgjast með þessari þróun, sko, þessari hljóðbóka þróun. Ég hlusta sjálfur ekki á hljóðbækur, hvað þá þegar maður er alltaf að gera þetta, sko. Já, þú kannski svona hlustar á þig væntanlega á meðan þú ert að taka þér upp. Hvað segir þið? Þú hlustar á meðan þú ert að taka þér upp. Já. Þannig að það má segja að þú fáir þetta svona beint í æði í vinnunni. Já. Það er alveg búið að lesa 2 af mínum bókum, sko, á Storytel. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja þig. Já, það er Metsölubókin Gísla Uppsölum. Hún er alveg bara Já, ok. Já. Það er eftir þig. Já, það er eftir mig, sko. Og ég nefnilega, mér var hún er rosa vel lesin, hvað heitir hann Franklín, Kristján Franklín. Já, ég hlusta á hann nefnilega sjálf, sko. Ég langaði bara svona að heyra hvernig hann gerir þetta svaka vel og hún bara fær svaka gott feedback og ég er bara rosa ánægð með hvað hún hefur verið að fá gott. Og svo er þetta opnast bara, þú veist, marga bækur bara sem fá svona endurinn í lífdaga einhvern veginn. Já. Og svo bara margir sem að, þú veist, eru lesblindir eða þetta liggur ekki fyrir þeim, sko, opnast heil heimur einhvern veginn. Já, algjörlega. Eina sem þróunin hefur verið, sko, þetta er rosalega mikið svona krimmar og romantískar bækur einhverjar, sko. Er ekki engar ljóðabækur, eða? Nei, mjög lítið. Ég gef út 6 ljóðabækur, sko. Ekki lesa það einn. Tekið þér upp. Já, við erum bara komin í networking í beinni. Já, það er bara rosa gott. Ég er mjög ánægð með það. Mitt fólk heyrir í þínu fólki. Já, mitt fólk heyrir í þínu fólki. Herðu, það fjárlög ríkisstjórnin lagði fram fjárhagsáætlun og fjármálaáætlun, segi ég. Og það er ýmislegt eitthvað svona veiðiheimildir og kvóti og eitthvað svona, fylgdustu með? Eitthvað svona, segi ég, af því að ég veit rosalega lítið þetta. Já, ég líka rauninni, það bara, þú veist, hækka veiðigjöld. Er ekki bara komið tím til að við fáum eitthvað af þessum veiðigjöldum og bara við förum að laga vegina og heilbrigðiskerfið? Já, og ég minna bara þessi röksend, bara ef þessi fyrirtæki eru að fjárfesta einhverjum milljörðum, jafnvel einhverjum og greiða sér arð. Greiða sér arð? Þá er bara nóg til. Já, það er greinlega bara nóg til og það hér er bara allt einhvern veginn á hliðinni. Ég menna, þú veist, við erum með öll úrræði fyrir ungmenni, eru við einhvern veginn mikluð eða ekki bara til og geðheilbrigðismálin þú veist, við erum að tala um vegina, það er bara einhvern veginn alveg sama hvar maður stingur niður fæti, að það er allt einhvern veginn á hliðinni, það vantar öllum pening, þú veist, þannig að ef hann er til þarna, komið með hann og leifið okkur almenningi að njóta hans, ég menna, þú veist, ekki bara einhverjum útvöldum. Þeir eiga ekkert heimtingu á því. Mér finnst þetta Björgvins taka heldur vel á þessu. Já, ég sá það ekki. Með nýja karakterinum Guðrúðu gamla. Já, Guðrúðu gamla. Það er hágrátandi. Það er svo góð. Auðmikið útgerðin. Það er skeri karakter. Ógeðslega hendur. Já, ég held að þetta sé, kannski, auðvitað er þetta gott mál, en fer þetta ekki bara í
rekstur. Svo það bara næsta spurning. Við erum bara farin að móka meira og já. Það málið? Já, það bara á stefnuskránni. Það krafa. Það krafan 5% núna, verkri landsframleiðslu hérna í NATO. Já, NATO, já. Þetta eiginlega bara svolítið svona, þú veist, við erum náttúrulega líka herlaus og þurfum einhverjar varnir, ef einhvað gerist, þá þurfum við náttúrulega líka að geta fengið okkar, þú veist, stuðning frá einhverjum bandamönnum, sko, en svo á sama tíma vill maður heldur ekki endilega vera fjármagna stríð, en maður vildi þá frekar vera fjármagna, sem sagt, hvað heitir það, svona stóðtækjum og já, eða bara frið, bara, þú veist, það er nefnilega, það hefur ekki, þú veist, það er ekki tilnýtt fríðarbandalag, sko. Nei, það er eiginlega það sem vantar stórlega, já. Svo er þarna einhver að skrifa alltaf einhverja greinar að við þurfum að koma upp her og vörnum og eitthvað. Ég átta mikið alveg á því, sko, eða þú veist, nei, já, einmitt. Við erum alltaf það lítil, sko. Og agalaus. Og hræðilegan her. Og ég meina, hvað ætlar þessi her að... Það myndi allir fara í sitt hver áttina þegar það lappi í röð og... Já, og það er eitthvað svona hversu mörgum börnum þínum ætlar að fórna í, þú veist, her og meðan beðið þér eftir einhverjum aðstóðar her. Sko, þú veist, þetta var svona buffer. En ég að spá, ef að Bandaríkin minn ákveða svo að ráðast inn í Grænland til dæmis, munu nota Keflavíkurflugvöll eitthvað til þess að... Já, mitt. Væntanlega. Já, Reykjavíkurflugvöll, við fljúga beint þaðan. Já. Svo umræðan og líka bara svona algjörlega einhvern veginn út úr kortinu. Mér finnst bara hvernig dettur hann þetta í hug mannin? Já, hann var einmitt, ég sá, það var í gærkvöldi og kom eitthvað svona, hann var aðeins að æsa þetta upp aftur, með Grænland, við skulum, eignast Grænland, með öllu sem kostar bara. Þannig að það er alveg... Þetta er bara svo Þýskalandum segja, já, nú tökum við bara yfir Luxemburg. Þetta gengur ekki lengur. Ég skilji, þetta er bara þetta er eiginlega svolítið langt út fyrir eðlileg... Hvort þetta sé bara hótanir, sko, það væri náttúrulega, maður myndi vakna í daginn, sko. En ég meina, þeir eru með hernaðileg, þú veist, þeir eru með NATO-stöðar þarna, sko. Já. Þannig að maður skilur ekki alveg svona, hvað er það sem þið viljið? Það er náttúrulega einhverju málmar og... Það er náttúrulega aðmálið, sko. Það er náttúrulega bæði staðsetningin og svo náttúrulega þessi málmar sem eru undir jöklunum og eitthvað, og þetta er alveg verið vitað í Já, þetta er náttúrulega bara snýst hagsmuni, þetta snýst ekki annað og græðgi, eins og allt skiljiði, þú veist, alveg sama hvað þú veist, það er alltaf einhvern veginn það sem er kurrar undir, þú veist, yfirborðinu, þannig að mér finnst þetta bara svo, eitthvað svo skrítið að vera alltaf að koma með þessa kröfu á grænlendinga, eins og þeir bara hafa ekkert þetta að segja og þú veist, svo er það bara annarkur Danir eða Bandaríkjamenn sem er eitthvað, þú veist, og þeir einhvern veginn, skiljiði, þú veist. Svo er þessi ólga líka bara, þetta er náttúrulega skeri, sko, en maður átta sig ekki alveg á. Þegar síðast þegar þetta var náttúrulega seinni heimsstyrjöldin, sko. Þú veist, það var bara, þú veist, það var í raun og veru, ráðist inn á Ísland, sko. Eða þú veist, þeir sögðu bara, hei, vil ekki bjóða okkur velkomin, skilur, verðum alveg til í, þið myndu ekki koma, við Bretana, sko. Þeir mættu bara, skilur, það er ekkert sem við gátum gert, sko. Já, það var ekki... Og hvort að Hitler var alveg brjálaður, sko. Voru ekki skilin þau að svartir hermenn kemur ekki? Hvað er það? Svartir hermenn máttu ekki koma til Íslands. Jaha. Var það skilið þig hverjum? Íslenskum yfirvöldum. Veistu að Ef ég mann þetta rétt. Veistu að íslensk yfirvöld, þau fóru fram á það eftir stríða að eignast Grænland. Það er íslensk nýlanda. Já, einmitt, já, við höfum einhvern tímann verið með þessu sömu heimtingu. Ég googlaði þetta hérna. Ég man eftir því þú segir það, sko, þetta er búið fyrir umræðinni líka, sko. Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina bera nú þegar fram við ríkisstjórn Danmerkur kröfu hún viðurkenni full yfirráð Íslendinga yfir Grænlandi. Langa minn Jón Ólafsson ritstjóri, hann fór til Alaska að flúði Íslandtvissinum af því að móðgaði danska kónginn og hann hafði þann draum að Íslandir myndi eignast Alaska og myndi dreifa tungumálinu sem fallega og Jan Mayen og Svalbard er allt alveg nóg af Já. Það var held ég lögð fram peningar frá Alþingi eitthvað tilbúð í Alaska sem var ekki samþykkt Nei peningatilbúð? Já, fyrir löngu síðan 1800
það er náttúrulega 1900. stórkostlegt að það sé einhvern veginn bara, það sé bara til tals þú veist, og við séum einhvern veginn bara að taka þátt í þessu. Ég veldi líka fyrir mér hvar er eiginlega stjórnmálafólkið okkar, hvar er allar fordæmingarnar, af hverju er enginn að segja neitt. Já, einmitt. Mér líður eins og ég sé svona í svona fermingaveislu og það sé svona fullu frændi og það deygur einhverju meðvirkni og þú veist, og það er bara einhvern veginn og bara allir þjóðarleiðtogar eru bara svona að halda þessir höndum og eru bara, já, haldið áfram að hérna myrða börn þarna og bara þú veist, og við skulum ekki rugga bátnum en þú veist, en það er bara allt að fara til fjandans. Já, svo er líka bara, þú veist, fólk mætir á okkur samkomur í jakkafötum og í pontu að ræða eitthvað mál með eitthvað pappíra. Þetta er svo eitthvað, maður horfir á þetta, maður bara svona, akkur ertu það? Akkur ertu ekki bara að gera eitthvað allt annað, akkur ertu ekki að framkvæma eitthvað, þú veist, þú veist, upp í pontu í jakkafötum aftur og aftur, ár eftir ár og á meðan er verið að myrða hérna heila þjóð. Þú veist, ég bara, þú veist, maður verður svo pirraður og, þú veist, svo getur maður ekkert gert, skilur. Það er að standa mótmæli einhvers staðar og það, þú veist, hefur svo sem takmarka að segja. Já, bara mobilize, eins og að segja. Maður það bara safna sér í lítinn her, kannski. Og hérna, en allavega bara, þú veist, einhvern veginn bara... Varstu að stofna her hérna? Ég var að stofna her hérna, nú er ég að stofna... Hér erum við komin með viðskiptasambönd og her. Við erum bara búin að stofna hér okkar eigið ríki, inn yfir augaborðið. En hérna, ætlaði að gera eitthvað helgina? Maður er ekki bara að djamma eitthvað? Ég herði, við erum að fara út að borða það reyndar. Eitthvað aðeins. Já, við ætlum að fara eitthvað út í kvöld, þannig að þú veist, það verður gaman ef að fólk vil finna okkur. Það verður aukstæðanir í bæ. Það verður aukstæðanir í bæ, hvað downtown. Á hvað bar? Maður er ekki afhjúpa í það. Nei, það er ekki afhjúpa. Hvað stóð upp úr í þessari viku þínum bati? Hvað var svona því fréttvíkunar? Já, ég svo sem var svolítið með hausinn í sandinu með þessari vikuna eins og ég var búin að segja þér, sko. En það var konukot? Já, einmitt, konukotfréttin, Akkurat. Svolítið mikið búin að tala um það. Já, það er svolítið svona, já, þinn geiri. Það er auðvitað fyrirtæki þarna í, hvað er þetta, eitthvað starf í Ármúla eða eitthvað starf, þar sem að konukot... Ingibjörg var að vinna. Já, þú varst að vinna þar? Ég var að vinna í konukoti í 3 ár. Já, bara hérna í Hlíðunum. Já, í Hlíðunum, sko. Já. Þannig að það er nú svolítið síðan, en hérna, en já, þetta er svona, þetta er náttúrulega bara, mér skilst að þeir sé að flytja hérna upp í Ármúla og þessi staðsetning í Hlíðunum var bara rosalega góð, sko. Og hérna, hefði verið rosalega gott ef hún hefði bara fengið að vera þar áfram ef það hefði bara fengið að rífa, húsið hefði verið rífið og bara byggt nýtt. Út af því að þessi staður hentar kannski starfseminni mjög vel, sko. En húsið var bara alls ekki, hérna, það var ekki hægt að vera með þessa starfsemenda lengur, sko. Þetta voru þröngar tröppur upp og niður, þröngt og húsið náttúrulega líka bara orðið opaslega gamalt og hérna, og svona aðstæðurnar hérna ekki fyrir þessa starfsemi, en þannig að það er komið þarna eitthvað hús í Ármúlanum sem við vorum að, hérna, og það er það er alveg sama hvað svona starfsemi er, þú veist, þetta er alltaf, fólk er alltaf óttaslegið sem nágrannar og hérna, við Maren höfum nú verið líka bara, erum að vinna í öryggisvistun og það áttu nú að gera öryggisvistun það var nú stóð til, eða ekki, Maren, í hérna á Suðurnesjum. Já, einmitt. Og það er alltaf svolítið þessi sömu viðbrögð, fólk mótmælir þegar hérna, þá komið svona starfsemi, fólk er hrætt og ég held að við þurfum bara alltaf að búast við að þetta séu fyrstu viðbrögðin en það sem við viljum auðvitað er að þetta sé hérna, starfsemi sem geti verið þarna til framtíðar og geti hérna, þannig að við komumst yfir þennan kafla þar sem að fólk er að mótmæla og við getum, en við þurfum líka að sýna þessu fólki skilning. Veist, það er rosalega mikilvægt að hlusta á það sem að þau hafa áhyggjur af og reyna að mæta þeim og draga úr þessu óréttlæti sem þau eru að upplifa. Og bara með því að tala saman og ég veit ekki, kannski er það eitthvað gríðarlega einföldun, sko. Nei, ég meina, þú veist, það er náttúrulega bara, þú veist, fólk sem er að kljást við alls konar hérna í lífinu, hvort sem það er fíkn eða bara andlegir erfiðleikar, þú veist, þetta sprettur ekkert af engu og einhver staðar hefur eflaust við sem samfélag brugðist þessu fólki út af því að þetta er fólk sem að hérna er kannski að kemur að brotnum heimilum og það er rosa stór og mikil baksaga hjá flestum þarna og það endar kannski á þennan veg að fólk bara fer einhvern veginn af beinubrutinni, hefur aldrei haft þetta
þetta net í kringum sig sem það hefur kannski þurft. Og hvað gerum við þá? Ég meina, ætlum við þá að fordæma það, þú veist. Þá þyrftum við kannski að geta mætt þeim einhvers staðar á miðri leið og gefið þeim þá einhvers konar, veitt þeim samkennd og ég meina, þegar fólk hættir ekkert í neyslu, þóttu að okkur langir rosalega mikið að henda þeim í meðferð bara og bara taktu þið saman andlitinu og láti ekki svona, skilur þú veist. Það er bara þetta fólk kannski bara alls ekki tilbúið til þess og þá verður líka bara að taka mark á því og það er rosalega mikið verið að gera það, þú veist, og hjálpa þessu fólki með til dæmis frú Ragnheiði og það komið neysluskýli og svona rými og þú veist, og þetta fólk þarf náttúrulega líka í að sama stað og við þurfum að leyfa því að vera einhvers staðar hérna hjá okkur en það þarf líka bara að hlúa að þessu fólki þannig að það valdi ekki og verði ekki, valdi ekki fólki sem býr í nærumhverfinu óþægindum og erfiðleikum, og ég meina, mér hefur fundist bara að hafa gengið nokkuð vel eins og með þessi húsnæðis úrræði sem hafi verið gerð í Laugardalnum og upp á Gufunesi. Mér sýnst þetta hafi bara gengið vel, Já, og hann smáhýsin. Já, þessi smáhýsi, en þau eru bara svo fá. Þau eru svo fá, einmitt, og þetta er auðvitað með skilu vel að fólk er óttaslegið að fá eitthvað, fólk í nærumhverfinu sem það veit ekki alveg hvernig annarlega ástandi. Akkurat. Sem er auðvitað, ég meina, þetta er óútreiknanlegt fólk. Já, það er nefnilega málið, þannig að þess vegna er líka mikið að hlúa að því og hjálpa því til þess að það verði ekki, þú veist, endilega þessar árekstrar, en þetta er bara alltaf. Já, en þetta er það sem við erum að sjá aftur og aftur er að okkar viðkomustu hópar eru settir í einhver svona húsnæði sem er oft tímabundin og ef eitthvað svona starfsemi er rekin í tímabundnu húsnæði þá er það öðruvísi, það þarf ekki að láta alla nágranna vita og svona, þá kemur ekki öll þessi mótspyrna, og þá er þetta oft svolítið svona allt eitthvað svona lausagangur í einhverjum svona tímabundnu og eins og þú sagðir áðan mygluði og við erum að tala bara bókstaflega mygluðum húsum og þetta, þú veist, það er svo mörg dæmi þetta að það sé verið að reka svo mikilvæga starfsemi sem er að minnka skaðan á öllu samfélaginu og er að hjálpa okkur öllum og þetta er bara sett á einhvern stað sem þetta þrífst ekki og þjónustan, það vantar svo mikið að þetta springur bara. Einmitt. Það er mjög áhugavert, ég bara hafði einhvern veginn ekki kveikt á því en það er þessi húsnæði, þau eru einhvern veginn alltaf tímabundin. Já, þetta er rosa tímabundin, þetta er óöryggi sem þau eru að kasta á milli sín bolta og það vill ekki taka ábyrgðina. En hugsa ykkur, ég bara svo ég setið í samhengi, þá voru skrifstofur alþingisofnar bara hérna niður í bæ, það var ekki það að vantaði skrifstofur fyrir alþingisfólk en það var byggt alveg flenni hús sem að skrifstofur alþingis en maður velti fyrir sér, þú veist, ég meina Ég set spurningamerki við þessa forgangsröðin. Já, ég gerir það líka svo sannarlega, þú veist, og svona víða oft bara í forgangsröðum almennt. Ég sé ekki hægt að setja þetta á alltaf og líka bara að það vantar svona konsistansi í heilbrigðisþjónustu og maður getur bara gengið að einhverjum staðvísum, bara alveg sama hvort maður sé veikur, þú veist, í 10 ár eða þú veist á 10 ára fresti. Já, það vantar líka þetta konsistansi í þessum geira vegna þess að sko eins og til dæmis ég hef talað áður að fólk konurnar fóru í afplánun kannski, teknar af göttunni og eru í afplánunni upp undir ár, koma út af göttunni aftur og hérna eru kannski búin að ná sér á strik. Eru bara búin að koma sér undan fíknivandanum og allt þetta og búin að nærast reglulega og síðan eru það komin út og það tekur ekkert á móti þeim nema gatal. Akkur er það ekki bara strax gripið? Akkur er það ekki gripin þarna? Og þeir eru hjálpað áfram, þú veist, þetta og líka með þessa ungu menn, þú veist, það vantar öryggisvistun fyrir svo ótrúlega marga unga menn sem eru í fangelsónum í dag. Já, hvað verðum að tala um börn niður í 11 ára aldur séu vistuð í öryggisfangelsi, þú veist, þetta er bara og þetta er að mæta svo miklum afgangi að við erum ekki Við sjáum það að börnin eru bara allt í einu bara að beita hvort annað ofbeldi. Það er náttúrulega bara, það er, þú veist, afleiðing af ykkur. Það er afleiðing af ykkur, já, og fangelsin eru líka full af fólki sem er bara á ekkert að heim í fangelsum, sko. Og þessi öryggisvistun sem við vorum að tala um áðan, sem var fyrirhugað að byggja á Suðurnesjunum, að það þurfti að hætta við hana, að það þurfti að, vegna þess að það var ekki, þú veist, það voru mótmæli og það kom í grandakynningunni, það allavega, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta endaði, en það varð allavega ekki úr því, sko. Þannig að það er ennþá verið að finna þessu stað ef það verður þó einhver tíma. En þú veist, á meðan er bara fullt af ungum mönnum í fangelsónum sem að þurfu bara sárlega, sko, geðheilbrigðisþjónustu, sálfræðiþjónustu og allt aðra meðferð. Bara það þarf að vera einhver atferlismeðferð og
það er engin þverfaglegt samstarf. Þverfaglegt samstarf og það er bara ekki. Að ykkur bara svona sjáu þá. Já, einmitt, ykkur sjáu þá og þeim sé fyllt eftir að hjálpa út í lífið. Ég menn, hann Tolli er búin að vera að gera frábært starf, Mortens. Hann er búin að vera, og hann og ég man nú ekki einu sinni hvaða heitir þetta sem hann er búin að vera, en Tolli er alltaf búin að vera að hjálpa og ykkur menn sem hafa verið fyrrverandi fangar að koma ungum mönnum sem þeir fá inn til hans og hann fylgir þeim áfram ykkur 1-2 ár, ég man ekki hvað þetta er langur tími og þannig bara úlingsaldri. Já, og þetta, þú veist, akkur fáum við ekki peninga þessar rosa peninga sem við verðum að tala með fiski með gjöldin. Já. Bara hendum það í þetta og alls konar annað. Ég meina, þú veist, ekki bara notum þessar peningi það sem þeir þurfa að vera nýttir. Já. Bara hvað samfélagið er búið að breytast mikið og það færist í aukana einmitt, svo segir þetta. Já, og við þurfum alltaf að nota heilbrigðisþjónustu okkar tímpúti í okkar lífi. Það er bara þannig, við fæðumst inn í heilbrigðiskerfinu. það er bara, já, allavega svona alveg flest gera það. Já. Þannig að maður velta fyrir sér einmitt að af hverju erum við ekki kröfuharðari og svona aðgangsharðari að því sem við eigum raunverulega rétt á í samfélaginu okkar? Já. Af hverju ætli það sé? Þrælslundin bara held ég. Já, þetta sé eiginlegu íslensku gildi. Það er náttúrulega bara hvað maður getur gert annað en að mótmæla og skrifa greinar. Já, ég meina við erum alveg kröfuhörð en það bara gerist aldrei neitt. Já, einmitt. En við höfum bara sjálf að vera með, við vorum ég fekk nokkra gesti til mín í vikunni og einhverjum var svo vel orðið að segja að já, það er Framsóknarflokkurinn og vinstri sinnasti flokkurinn og Alþingi og ég hugsaði, vá, þú veist, þá erum við komin á svolítið skriftin stað. Já. Það vil gleymast alltaf, það er að tala um forfeður okkar, tala um víkinga, en við erum líka komin að þrælum. Já. Og ég held að þrælslundin lifi svolítið mikið í okkur. Já, áhugaverður punktur. Svo voru við undir hælnum á dönum hvað lengi, sko. Og svo bara occupied af Bandaríkjunum. Við erum bara búin að vera undir þeim hæl líka. Já, algjörlega. Ég fekk hann Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur. Hann kom einhvern tímann og sagði mér frá þessu einmitt að það var svo rosalega blómlegt menningarlíf fyrir stríð. Og það voru kvikmyndasýningar frá bara öllum heiminum í bíó á Íslandi og þú veist þetta var alveg svona bara alveg einstakt. Við vorum að horfa á íranskar myndir og ítalskar og bara svona en síðan kemur kaninn sko og bara gleypir okkur. Já, einmitt. Mér er alltaf þótt áhugavert sko hvað samborið við hinn Skandinavíulöndin, hvað við erum Ameríkuvædd hvað það má ekki bara beint til náttúrulega landafræði en líka bara 50-50 já, nákvæmlega hvað við erum undir miklum áhrifum frá bandarískum kúltúr sko. Já, algjörlega meira upplifi ég allan en Skandinavíulöndin sko. Já, ég verið það og nú það er að opna Starbucks niðri bæ. Já, það er að koma. Svo búið að skreita svolítið. Já, ég tók einmitt eftir því að það hafi verið unnið svona, ég vil ekki segja skemmdarverk en ég ætla að nota það orð. Hryðjuverk. Það hafi verið límdi límiðar og annað sniðgöngu hópurinn hefur verið duglegur að merkja á Starbucks. Sniðganga Ísrael. Já, þannig það bara er ekkert annað sem heitir þeir ætla að opna 2 staði. Okay. Sem að er eitthvað eins og þeir skrítið, þeir eru að loka þeim svona á mörgum öðrum stöðum. Var ekki Malasíu það sem eru búin að loka alveg? Jú, og ég meina og Tyrklandi og svona. Það sem er mikið af muslimum. Svo að vita hvernig svona ákvarðanir eru teknar sko, bara förum til Íslands. Já, samanlega. Já, opnum við hérna 2 árum. Við erum svo óð í þetta samt, sko. Já, því við erum óð og það er röð út á götu það svona fyrstu dagana, en svo lokar. Ég meina, þú veist, Burger King, Dunkin' Donuts og McDonald's og allt þetta. Fóruð þið í röðina? Allir æstir. Já, nei, ég hef aldrei sett í raðir. Fór tók myndir af henni. Fórst þú í röðina? Nei, ég fór til Þýskaland, til Berlín að heimsækja vin minn. Stuttu eftir þetta og hafði aldrei fengið mér og ég labbaði framhjá Dunkin' Donuts og ég verði að smakka og eftir fyrsta bita og hataði ég sjálf mig strax þetta er gott en þú veist Er þetta bara eitthvað sigrat drast? Þetta er alltaf eins ég veit það þessum KFC
tekið eitt bit og hata sjálf mig. Já. Já. Veit ég hvað það er, sko. Já, þetta er bara sniðganga þetta allt. Nú er komin líka sniðgönguhreyfing sem sniðgengur Bandaríki. Nú, ég meina nú verða bandaríska vörur aðeins dýrari og Íslandi líka. Ég sniðgekk Bandaríkin í mánuð með bróðum mínum eftir að ég rekst rifbrest út. Og enda hætti það, stríðið, 10 árum setna, eða hvað var. Já, þannig að þetta virkar. Já, þetta virkar. Það er ekki svolítið snúið samt. Þetta endist í mánuð. Já, einmitt, þetta var. Og ég man alltaf hvað fyrsti kóksopnin var vondur eftir innan mánuð. Já, hann er nefnilega það, sko. Ég er nefnilega hætti að drekka kók ekkert tímann. Ég fyrir ykkur 1,5 ára síðan eitthvað svoleiðis. Þegar ég hætti að kaupa á Dominos. Það var svolítið þannig. Fór að sniðganga Dominos og Coca-Cola. Svo ég smakkaði einmitt daginn. Þetta er bara alveg ofboðslega vont. Þetta er eitthvað svona. Svo einhvern veginn fær maður þessi fleiri sopa. Vont eða venst. Og þá er maður bara fastur. Einmitt. En Dr. Pepper, það er svona fullkominn dæmi drikk sem bara ógeðslegur en það virðist öllum finnast að nema mér. Besti vinn minn drekkur bara þetta. Dr. Pepper, já, dóttir mín er allir þessu. Það var ekki tyggjó líka, ég minnst það, sem er svona Dr. Pepper bragð. Tyggjó, er það? Þú ert ekki að tala bara Big Red? Það getur verið þessi Big Red, já, er það ekki svipað? Jú, örugglega. Big Red, jú, það er það. Já. Piprað svona. Já, eitthvað svona piprað. Var eitthvað fleira svona sem vakti áhuga ykkur í vikunni? Herri, þú sendir nú eitthvað gátlist að það. Ég svona skoðaði ímislegt, sko. Já, hvað með það? Hlustaði á allt hlaðvarpið þarna. Herðu, já. Þjóðmúla hlaðvarpsmenn sem fóru á fyllir í og tóku þau upp. Og einhvern veginn svona urðu sér svolítið til skammar mætti segja. Hver er þetta? Þetta eru Stefán Einar og Andrés Magnússon og einhver annar. Það var bara kringluframmi og mjög mikið það voru bara sjallar að kjappa sér saman, sko. Ég skil ekki alveg af hverju það verið að senda það út eitthvað, sko. Nei. Það er einkennilegt, sko. Þetta er svona kannski virkar þegar maður á staðnum. Þetta er svolítið svona oflæti, sko, eitthvað svona, nú ætlum við að fara út hérna í drikk með strákunum og við ætlum að hafa þjóðina með. Já, einmitt. Og gera lítið úr öllum. Eða bara, þú veist, já. Og vera með rækna brandara. Og allir alveg, yes, takk. Við báðum ekki Nei, við báðum ekki Og það er á Facebook að sama tíma að skrifa eitthvað. Ég er bara ekki hugmynd, sko. Nei, ég hlustaði ekki á þetta. Ég heyrði bara byrjunina. Ég hlustaði bara aðeins á byrjunina. Þú veist, þetta er bara búið að vera bara svona viðkvæmi tímar og alls konar svona viðkvæmi mál og mér finnst eitthvað svo óviðeigandi að vera að tala þessa hluti núna með þessum hætti. Mér finnst þetta, þú veist, að því þú veist, maður veit svo sem alveg hvernig standi í pólitík og þetta gefur manni svolítið svona til kynna bara svona, þetta er svolítið biturt, þú veist, eru þeir svona bitri, þú veist, ef þú ert bitur út í það, hvernig til dæmis bara út í lýðræði. Til dæmis bara út í það hvernig hérna þessi kosninga fóru, þú veist, að þetta vinnur ekki með þeim sem, allavega, mér finnst svona einhvern veginn framkoma og einhvern veginn svona vera, einhvern veginn alltaf að djöflast og reyna að finna einhvern veginn eitthvað til þess að geta hangað einhvern æskiljið, þú veist. Það er svona sem að maður býr til polariseringu í samfélaginu, sko, og þetta er bara svona gott dæmi það, hvers vegna, sko, hægrið og vinstrið getur aldrei tala saman, af því að þú veist, það er bara þú veist, þetta er svo mikið svona bara eitthvað svona þetta er svona barnaskapur með börn er ekki svona vitlaus. Nei, þetta gengur svo langt að því þetta verður eitthvað svo, ég veit það ekki, þú veist, ég hugsa bara við erum þetta fullorðið fólk og það ávar að stýra ykkur landi hérna en nenniði bara verið í vinnunni og nenniði bara hætta, þú veist, ég skiljið, þú veist, bara hvort sem þetta stjórnarandstæð, þú veist, mér finnst þetta búið að vera svona alltaf og ég er bara, núna er komin ný stjórn og mér finnst svolítið ferskur bragur hérna, ég er bara að bíða eftir því eitthvað skemmtilegt og gott gerist og hérna, það er búið að vera alls konar byrjunarörðurleikar og alls konar fús og ég menna, þú veist, Flokk og Fólksins er búin að mistýra sig í alls konar hlutum og það er búið að vera alls konar og ég segi það bara, falli fara heill og hérna, núna er þetta bara vonandi búið og bara ríkið fyrir að hérna, og bara farið bara öll að vinna vinnuna ykkar fyrir okkur fólki í landinu, við nennum ekki þessum sirkus í alvörunni, það bara, við nennið því honum. Ég vil bara fara að sjá eitthvað gerast þarna og mér finnst alveg, þú veist, mér finnst sko, hérna ríkisstjórnin vera að reyna að bregðast við þessu og ég bara er svolítið bjartsýn
ef hún fær vinnufrið og allir séu bara að reyna að vinna fyrir okkur hinn, að þá kannski geti eitthvað gott komið út úr þessu, sko. Svo Sjálfstæðisflokkurinn bara óvanuð því að vera í stjórnarandstöðu. Já. Það er bara ekkert hálf vandræðilegt. Og það verður svo skrítið. Já, men það virkar svo betur. En ekki það, ég láði þeim ekki. Ég meina, þau eru bara búin að vera við stjórnartaumar. Þau voru búin að merkja sér herbergi inn í Alþingishúsinu sem þú veist, og fór í setuverkfall yfir því. Og hérna, þannig að þú veist, þetta er auðvitað, sko, ég finn alveg til með þeim upp á ákveðnu marki. Mann finnst þetta að vera svolítið stórt sko eftir þessar kosningar sko. Það er ekki lengur langstæst og það er ekki, þú veist, maður sér ekki bara endilega fyrir sér eftir 4 ár bara þau eru komin aftur. Nei, ég bara, þú veist, ég meina, mér finnst bara... Það einhvern veginn að fjara undan þessu. Já. Ég sá hérna, þið vitið hann að Suggested Friends þeirra, þú veist, og þeir sem að, eitthvað staðar segir að hérna, þeir sem að koma svona poppa fyrstir, að þeir séu að skoða prófælinn þinn, og ég fekk Bjarna Ben. En þá fór ég að hugsa, hvað er þið Bjarna Ben að gera núna? Það er ekki fein að vera laus úr þessu bara. Ég var að baka. Jú, bara eitthvað, garðirskynni og eitthvað svona. Hann var fótboltamaður, kannski fyrir bumbubolta. Já, hann hefur örugglega ekkert nefnt að fara... Hann meiddist á löpp og það ekki þessum hættan. Já, eitthvað svoleiðis. Það geti eitthvað. Já, ég skildi vel að hann hafi ekki nefnt að fara vera hann í ykkur 4 ári stjórnarandstöðu, en það líka bara, þú veist, kannski komið tími bara á eitthvað nýtt og ég meina það þarf alveg að stokka upp og ég meina, þú veist, þau hafa núna þessi 4 ár til þess að hérna sína og sanna að þau séu verðug að vera kosin og þá kannski þú veist, þá þarf líka að gera hlutin öðruvísi heldur en kannski svona ef maður hefur verið að sjá undanfarið, skiljiði, þú veist. Maður vill bara sjá fólk, þú veist, rísa og þetta sé svolítið málefnilegt, sko. Mér finnst þetta búið að vera svolítið lágu plani allt einhvern veginn. Já, þetta er svona, ekki það að ég sko fréttaflutningur af hérna, þú veist, málum fólksins, sko, er réttlætanlegur alveg að, sko, fyrir mér allavega sem blaðmenni og ég meina Björgvin, þú sér fréttapunktana í þessu, en málið er það að fréttum hefur ekki verið sinnt með þessum hætti fyrr en það kom flokkur fólksins yfir í þinghúsið. Sint hvernig hvað þú við. Bara að fjölmiðlar voru ekki að veita svona þétt aðhald ráðafólkinu og meðan það var og meðan það var sjálfstæðisflokkurinn og maður svona velta fyrir sér hvers vegna hafi allt í einu kviknað svona á þessu sko, af því að þetta, svona er blaðmannska og þú veist, hún á að vera einmitt þetta aðhald við valdið og þú veist, hún á alveg að vera sko, til þess að ráðherrar segi af sér og hérna, þú veist, ef þeir hafi gert eitthvað rangt og það sé bara allt upp á borðunum sko. Þannig, Vertu ekki að sammála þessu, Björgvin? Jú, ég er sammála þessu. Veit ég hvað ég get bætt við? Jú, ég er sammála þessu. Þið eru nú alltaf svolítið, þið hafið lent svolítið í því að vera á milli talinu fólki í mannlífi. Já. Við erum svolítið að pöngast. Já. Og hérna... Hvað þá? Þetta vísi ég. Já, bara ýmislegt. Það er hérna bara fréttaflutningur sem að fólki hugnast ekki. Það komi nýtt útlit á okkur og ný... Já, við erum hérna komið nýja miðl í raun og veru svolítið. Búin að breyta þess svona efnistökum einhver leiti. Já. Og hérna ætlum að vera áfram svolítið að pöngast. Já, ætla ekki að fara að gefa út á í tímarit eftir? Ekkert sem að er búið ákvæði en það, já. Við erum farin að bjóða upp á áskrift á sumum fréttum og lengri fréttum. Já, við tók eftir því einmitt. Já, og hérna ætlum að reyna að vinna meir í því eitthvað. Viðtöl og fleira, sko. Getur maður það keypt bara eina frétt ef mann langar til að lesa ykkur ákveðna frétt? Ég veit ekki hvernig, ég held ekki. Nennir eitthvað að segja heimildinni frá því? Ég held þetta sé, sko, ég held þetta sé eitthvað lág upphæða mánuð og þá getur séð þær fréttir sem eru læstar sem eru kannski nokkrar í viku okay. En við erum bara frekar fámenn eins og Þetta er þetta bara fram til fjölmiðla það er einhvern veginn úr litlu á móða inn á fjölmiðlunum og litlu peningar en ef maður ætlar að halda þessu áfram þá þarf maður að vera kreatífur bransi, sko, ef maður er ekki í RÚV eða með hérna útgerar matumbu bakinu við bara svona á hérna, en þá fjölmiðla ég tók eftir því að Valur Grettisson lagði fram kæru gegn Eldirhelli þetta er eitthvað sem kom fram bara núna það var alltaf að maður þóra að
sjá sem þetta. Hann fresta þig. Þetta er auðvitað mjög alvarlegt mál. Er þetta sama eldirhellismál hefur verið núna undanfarið? Já, hann Garpur. Já, Garpur, ég las það og svo var ykkur annar hérna í sama við. Og nokkrir viðbót. Já, og svo er núna blaðamaðurinn sem fjallaði þetta mál fyrir heimildina. Hann er búinn að leggja kæru til lögreglu vegna hótana og morðhótana. Og er það þessi sami aðili sem að... Þetta er að verða rosalega, þetta er að vinda svakalega upp á sig þetta mál, einhvern veginn. Það er skrítið. Maður er eiginlega bara svona... Mér finnst bara svo ótrúlegt að þetta hafi bara verið, þú veist, þetta sé komið svona langt. Já, einmitt. Af því að það er einhvern veginn, þú veist, það er svo margir þolendur þarna. Og það er svona erfitt að gera eitthvað einhvern veginn. Já, einmitt, ég meina... Það kvarta eins og Garpur, kvarta undan ráðleysi lögreglunar. Akkurat. Þetta er einmitt svona eitthvað sem að félagsráðgjafar getur kannski sko, það vantar eitthvað skona net þannig utanum. Það þarf, þú veist, bæði utanum þolendur og svo þennan mynda eldirhelli. Já, það þarf bara virkilega að veita þjónustu allan hringinn þarna, sko. Og þetta er ekki eitthvað sem ég hef hugsað mikið sko, en þetta er bara mjög áhugaverð pæling og Já, ég held að lögreglan, því að lögreglan virðist vera svona óbærslega getulaus gagnvart þessu, lögin bjóða bara ekki upp á það, lögregla skerist í leika fyrir en að glæpur hefur verið framinn, þannig að hótunum glæpur er ekki glæpur og og meðan að, þú veist, þá er þetta svolítið svona, þá má hrella fólk. Það er mikið úrræðaleysi þarna. Ég þekki mörg dæmi sem að bara einmitt til miður, ég er ekki alveg með svar við þessu sko, en það eru einhver svör og þurfum að hugsa þetta. Hún er komin nálgunarbann held ég á sig. Ég held að vera að byrsta það núna. Bara þá gagnvart þessum eina eða? Ég þekki ekki, ég held að sé einn þarna sem... En ég bara skil ekki hvernig þú veist, ég veit svo sem ekkert þetta mál, en þetta er ábyggilega ef að fólk er svona að hrella aðra svona mikið, þú veist, jafnvel fleiri en einn skilur, þetta er bara, þú veist, þetta er bara full vinna, þú veist, þetta er bara eitthvað svona rosalega þráhyggja og þú bara... Já, svo maður kom með samfélagsmiðlar, bara fullkomið tæki líka. Samfélagsmiðlar, mitt eru það, sko. Já, en ég meina, við vorum nú eigum góða vinkonu sem var fyrir svona hrikalegum eldirhelli, sko, og það var bara alveg sama. Þú veist, þetta var bara eiginlega valla það var ekkert að gera neitt sko. Mér fannst ótrúlegt að horfa upp á það. Já, það var bara hvað við gátum lítið gert. Hvað við lítið gert. Og álegið að vera stöðugt einhvern veginn að óttast að það sé ykkur að bíða eftir manni handan við næsta horn. Já, og bara út í garði hjá þér. Þú ert ekki að ná djúpsvefni. Nei. Þú ert ekki að sofa nóg. Einmitt. Og það er bara búið að eyðileggja bílinn og það er bara að vera staðið því í vinnunni. Þú ert hvergi einhvern veginn. Þetta er bara svo skelfilegt. Þetta er bara, þú veist, það þarf eiginlega það þarf einhver að fara að gera eitthvað í þessu og setja ykkur rammiðan á þessi mál sko og miklu skýrari. Og það á bara að vera auðveldara að fá nálgunarbann og annað þegar þetta er farið að verða svona. Og svo þarf að bæta geðheilbrigðis, já, ég held að það sé númer 1 og 3 um þetta geðheilbrigðiskerfi sé þannig að fólk sem að kannski beitir svona ofbeldi það fái viðeigandi úrlausn sinna mála og komi bara heilt út í samfélagið aftur. Svo er þetta alveg bara geðheilbrigðismálin sko, þetta er erfiðustu mál sem að Var ekki einmitt geðdagurinn í vikunni? Var geðdagurinn í vikunni? Mér minni það. Já, tíminn líður kannski var það síðust. Já, ég bara þekki það ekki. Herðu, það er eitt stórt mál sem við megum nú eiginlega ekki gleyma. Það er varnarsamningsviðaukarnir sem voru þarna í svona leini, það var kvittað í kyrrþey. Ég skoðaði þá bara rétt árið kom í það. Já, ég líka. Hvað voru þetta einhver ákvæði sem var bara bætt við svona... Já, þetta var ákvæði Guðlega þó bara, ég man það ekki. Það er eiginlega nákvæmlega það sem hann sagði. Nærðum ótrúlega vel. En já, þetta sko, ég viðurkenni alveg að það fór alveg um með svona hrollur þegar það er alltaf verið að tala um þetta varnir Íslands og NATO samstarfið, ég er alltaf alveg svona ábærslega andsnúið NATO og mikill friðarsinni og velti fyrir mér sko, ég meina samkvæmt þessu viðauka, þá er Bandaríkjamönnum beinlínis bara leifilegt að gera andskotan allars þetta í hug ef þeim hugnast það í hernaðarlegum tilgangi sko. Þess vegna datt mér þetta í hug með Grænland bara fyrsta sig að lesa bara já ok, þannig að þeir geta komið
og gert það sem vilja hér áður Þetta er alveg til gildi undirbúa. núna, Já. Það er ekki hægt að finna þetta á íslensku, það er hægt að finna þennan samning, þessa undirritun á síðu varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna. Já. Þetta var ekkert kynnt. Þetta var aldrei kynnt og þetta fór ekki fyrir þing og það eru margir lögmenn sem hafa svona viðrað skoðanir sinnar því að þetta sé bara, þetta samræmist ekki lög. En af því það eru skipta skoðanir, að þá geta gert það sem vilja og svo getur þetta farið fyrir eitthvað og það tekur einhverjir ár en svo er líka bara eiga þær eftir að gera hvað sem þetta eftir í hug ef það skiptir engu máli hvort þú kvittar upp á okkar eða er það ekki? Er ég ótrúlega svartsýn? Ég er samanlegar. Ég hef lítið kynnt mér þetta mál. Ég segi ef Bandaríkin myndi ákveða að fara bara inn í Grænland og ég meina hvað ætlar einhver að gera sko? Það er svona óþægilega tilhugsun. Já, ég meina þeir eru herinn í Grænlandi þannig að maður, þú veist, hvað ætlar að gera? Þú veist, ætlar að þvinga þingið til þess að, þú veist, að því að nú voru kosningar í Grænlandi og í fyrsta sinn er komin hægri sinnuð stjórn í Grænlandi vegna þess, þetta eru svona íhaldssöm stjórn, vegna þess að þeir eru svo íhaldsamir í sko gamla konungasambandið. Við Danmörku og það er fólk, þannig að fólk kaus þá til þess að tryggja öryggi sitt gagnvart Bandaríkjunum þannig að sem er svolítið merkilegt sko. Já, ég veit ekki hvort maður sé næfur en þú veist, myndi ímynda sér að Grænlendingar séu í mjög góðri stöðu, samningarstöðu einhvern veginn sko, þannig að þeir séu inn með pálmann í höndunum sko, svo er þetta bara Bandaríkin og Danir einhvern veginn sko. Akkurat. Já, maður vona það þetta bara, Grænlendingar komi bara einhvern veginn út með ásinn hvað sagði maður? Bara með pálmann í höndunum. Pálmann í höndunum. Já, bara ásinn í erminu og pálmann í höndunum, bara hvað veistu fyrir mér. En við erum búin að bara tala frá okkur allt vitt. Nei, djók. Mér langar að tala líka bara að það er út af því að tala ungmennin og allt þetta sko, þá er sá ég í morgun að það var verið að tala við góða vinkonu Bryndísar Klöru sem að lést og það er minningar eru þeir með minningasjóð og það verður einhver skonar góðgerðarpítsa hjá Dominus núna held ég í vikunni, það var eitthvað að tala um það. Fyrir þau sem er ekki að sniðganga Já, fyrir þau sem er ekki að sniðganga, nákvæmlega og þetta ásins þetta að vera, ég held að mér skildist þetta að fara inn í sjóðinn og þá að vera til þess að vera bara með vitundavakningu og fyrir unga fólkið og þetta er til þess að hvort þið séu að fara í skóla og vera með einhvers konar það er allavega að vera að kveikja kærleikanum og náunga kærleikanum og samkennd og svona þannig ég held að við ættum nú að allavega þó við borðum ekki Dominos, þá getum við bara lagt inn á reikningin Já, það er það að leggja inn á reikningin sko og það er bara þetta gefa þess góðum sko nákvæmlega þannig að Já, bara ef við bara tökum ekki utan krakkana okkar þá bara er svolítið illa fyrir okkur komið Við erum svolítið mikið að taka utan börnin og unga fólkið og við verðum að einhvern veginn að byrgja brunnin sko, þú veist, við erum eiginlega, ef við náum ekki að grípa þessi börn fyrir fermingu þá erum við bara dálítið búin að missa þeim, þannig að það þarf bara að fara, þurfum að byrja rétt megin, fyrstu 3 ár barna eru mikilvægustu árin sko upp á tengslaróf og annað og ég menna ef þú þannig að bara höfum þetta bara pössum upp á hvort annað algjörlega. Og bara leiðumst inn í helgina kærleikan og vopni það var alveg dásalegt að fá okkur hérna Marín Freyja, Ingibjörg, Egill og Björgvin þakka ykkur kærlega fyrir samveruna og ég bara óska ykkur góðrar helgar og bara stay cool Takk fyrir okkur Takk kærlega fyrir okkur og góða helgi hérna frá Rauðaborðinu ég bið ykkur að missa ekki af sonum Egils, helgispjalli og öllu því frábæra sem er í gangi hér helgina þannig að nóg af góðu efni. Takk fyrir mig og verið bless